Það ættu öll bæjarfélög að eiga eina Dóru. Dóra sækir sjóinn, Dóra getur leikið, Dóra rótar á tónleikum, Dóra stýrir gistiheimili, Dóra stýrir leikhúsi og Dóra semur og setur upp uppistand. Dóra, þú ákveður að koma heim aftur hérna á Rif á Snæfellsnes, þú ert fædd og uppalin hérna. Já. Kemur svo kemur heim eftir nám úti og svona. Ég veit þú ert að gera svo margt og mikið, menn okkar eins að heyra svona helsta. Hvað er Dóra að gera? Dóra er að gera rosa mikið. Ég vinn sem sagt í frystiklefanum á Rifi sem svona aðstoðar leikhússtjóri, þar sem ég sé meira heldur en ég bjóst að ég myndi gera. Þetta er bóka listamenn, sjáum listamenn sem koma til okkar, setja upp sýningar, sjáum gestina sem koma til okkur á hostelið. Tókstu ekki þátt í leikriti líka? Ertu ekki leikari? Jú, svo fekk ég að vera með í stóru sýningun okkar, Journey to the Center of the Earth, þar sem ég fæ að leika karlmann. Ég er mjög stolt af þessu hlutverki. Já, Gæta upp á jökul? Já, Gæta upp á jökul og ég tala ekki mikið, sem er mjög erfitt fyrir mig, þar sem ég tala mjög mikið almennt. En það er ekki eina sem þú ert að gera, sem að flestir myndu halda að vera kannski fullt starf, en það er ýmislegt annað sem þú gerir. Já, á sumrin þá er ég á strandveiðum og ég er búinn að gera það í 6 ár og það er mjög skemmtileg tilbreyting svona yfir árið að skreppa aðeins á sjóinn í nokkra daga á mánuði. Ertu alin upp við þetta? Því þú ert alin upp á Rifi. Er þetta bara svona, er þetta blóðborið? Já, ég var að senda á grásleppu 12 ára, þannig að ég fekk strax svona bakteríuna í mig. Er strandveiðarnar frá hvað, júní? Frá maí, fram í ágúst. Já, þannig að þetta er nokkra mánuða törn yfir sumarið. Já, og það er mjög skemmtilegt núna eins og að blanda saman strandveiði og að vera leikari. Þannig að það getur tekið stundum á. Hvernig fer það því? Þú ert ekki búin að fylla bátinn og svo er að koma sýningu og hvernig tvinnast þetta saman? Það hefur reyndar gengið upp í sumar, þannig að sem betur fyrr. Þannig að þá þarf ég bara að fara ekstra fyrir út þá daga sem ég þarf að vera mætt á sýningu til að vera komin í land, af því maður hefur bara 14 tíma til að ná skammtinu. Okay. Hvað er skemmtilegast við þetta, sjómannslífið? Ég veit ekki, það er einhvern veginn svona að vera sinn eigin yfirmaður. Segðu peningar, það segir engin peningar, það er allir eitthvað svona frelsið. Já, frelsið og finna sjálfa sig og losa úr tilfinningaflækjum. Nei, ég get ekki sagt peningar vegna þess að fiskverðið var náttúrulega hræðilegt í sumar. En það er bara eitthvað við þetta sem að stundum getur þetta verið alveg hundleiðilegt og stundum er þetta bara frábært og eiga samskipti við hina bátana og deila fréttum og ég á bara svona sumarvini sem ég tala bara við á sumrin. Já, og svo er ég líka í stand-upi, uppistandi. Ég er búin að vera að gera það í 4 ár og er að undirbúa sýningu sem á frumsýna 21. desember í frystiklefanum. Já, hérna á Rifi. Já. 21. des, er þetta tilbúið? Er þetta semja núna á fullu? Verið að semja á fullu og leikstjórinn er að fara yfir þetta með mér og þetta er það stærsta sem ég hef tekið að mér, að semja eitthvað rosa fyndið sjálfa mig. Já. Þannig að þetta er... Er þetta stand-up sem að beinist að þér, eða sem þú segir frá þér? Já, ég bara tek þannig stand-up. Þannig að ég sit sjálfa mig stundum í þannig aðstæður að það verður svo fyndið að ég verð að segja frá því, en það er samt svo vandræðalegt. Því meira vandræðalega sem það er, því betra efni er það. Er þetta ekkert skelfileg tilhugsun að standa einn á sviði og vera fyndinn? Jú, það getur alveg verið það. Sérstaklega ef maður er að fara, þetta er svona, ef ég hef verið að skemmta hérna, þá er ég kannski með svona lokal lið sem maður þekkir mjög vel og getur tekið svona innanbæja brandara, eða svona djóka, sem að þau fatta. En þú ferð ekki með það kannski á einhvern bar í Reykjavík. Þegar það veit enginn hver Palli er eða eitthvað svoleiðis. Þannig að Finnst þér auðveldara að vera í héraði? Nei, þetta er svo ólíkt. Þú þarft að vera með sikkurt, getur ekki notað sama yfirleitt. Þannig að stundum er það bara þannig að ég næstum bara líður yfir með stressi. Það fer bara eftir einhvern veginn, ef maður horfir yfir hópinn og hugsa bara nei, þetta á ekki eftir að ganga. Þessi salur er aldrei að fara að nást. En svo bara eftir á er þetta
þetta gengur yfirleitt alltaf upp. Hefur oft svona skelfilega alveg það sem að það eiga allir einhvern tímann eða ekki svona vondan dag? Jú. Já, ég átti svolítið á stúdentahjallaranum og það var svo mikið af skiptinemum sem að skilja ekki íslensku og voru heldur ekki komnir til að hlusta á uppistand. Og það voru alveg 4 uppistandarar og við vorum öll bara eiginlega í þunglyndi eftir þetta. Þetta var hræðilegt.